Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Við komum víða við í dag og við ætlum að afla okkur enn meiri fróðleiks fasteignir og heimili. Við ætlum að byrja á því að ræða við hann Baldur Arnarsson, blaðamann á Morgunblaðinu, fasteignamarkaðinn í Reykjavík og fjölda íbúða í miðbæ Reykjavíkur. Margt fróðlegt þar að heyra. Margar nýjar íbúðir að koma á markaðinn. Allt að gerast. En síðan ætlum við að heimsækja hana Hansínu Jensdóttur gullsmið og það er alltaf jafn gaman og fróðlegt að koma inn á heimili listamanns. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur, hann kemur til okkar og við ætlum að ræða við hann eitt merkasta hús Reykjavíkur, það Höfði. Áhugavert. Fjöldinn allra ferðamönnum sem kemur þangað bara eingöngu til þess að mynda. Nákvæmlega. Og loks verður hann Arnar Gauti Sverrisson sem er fagstjórnandi sýningarinnar Lifandi heimili 2019 sem ætlar að koma hingað til okkur að segja hans frá þessu fróðlegu sýningu sem framundan er. Já, hún er í vorið, það ekki? Já, hún er í maí. Já. En við ætlum að byrja á honum Baldri Arnarssoni, blaðamann á Morgunblaðinu. Velkomin í þáttinn. Kærar þakkir. Baldur, það er mikið af nýjum og dýrum íbúðum í fjölbýlishúsum að koma inn á markaðinn, samanber til dæmis Austurhöfn. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, það sem er að gerast núna er að Samtök iðnaðarins áætluðu að það myndi koma 2300 nýjar íbúðir á markað á höfuðborgarsvæðinu í ár og það sem einkennir markaðinn er að margar íbúðana er á svokölluðum þéttingareitum. Ég sýni sem að það séu að minnstakosti yfir 20 þéttingareitir á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 20 þéttingareitir? Já. Það eru auðvitað misjafnlega margar íbúður á þessum þéttingareitum. Já. En mér langar til þess aðeins ef við förum yfir til dæmis þessar dýru íbúður. Það er jafnvel talað um það séu íbúður sem fari alltaf því 200 milljónir. Er það þessar íbúður í hvað við Austurhöfn? Já, tvímælalaust. Þær eiga að vera í sérflokki hvað gæði varðar og væntanlega mun þá verðið endurspegla það. Já. En ef við skoðum þessa reiti þá í Reykjavík er að koma íbúðir til sölu í Trilluvogi, í nýrri Vogabyggð í sumar. Síðan fara íbúðir í sölu á Kirkjusandsreitnum, líka á þessu ári, væntanlega með vorinu. Það eru komnar íbúðir í sölu Bríetatúni, 9-11. Og þar verða nú svolítið dýrar? Já, í vesturbyggingunni kosta íbúðirnar sem eru óseldar 100 milljónir pluss og þær sem eru síðan á annarri efstu hæðinni eru á 200 og rættum að efsta íbúðin geti verið þá 400. Og síðan er þetta Hafnartorgi, það er ekki búið að selja allar íbúðir þar, heldur? Nei, ég held að hann hafi greint frá því að Þorvaldur hjá Þ.G.Verk að hann hefði hægt á sölu íbúða, það er 70 íbúðir á Hafnartorgi. Já. En mitt á milli Hafnartorgs og Bríetatún sem vorum að ræða þar eru 3 reitir á Hverfisgötu. 3 reitir á Hverfisgötu? Já, og einn er búinn að vera í sölu í nokkra mánuði, það fjórðungur íbúða seldur. Hverfisgötu 94-8, síðan fer Hverfisgata 85-93 í sölu með vorinu og líka Brynjureiturinn, svo kallaður. Já, Verslunin Brynja sem er að vísu við Laugaveg, þetta er bakarinn í Hverfisgötu. Einmitt, og svo er það Austurhöfnin sem þú nefndir og síðan fyrir menn þá vestar þá er það búsetta íbúðir á Keilugranda. Og síðan eru núna fréttir að birtast af því að Heimavellir séu að fara að setja íbúðir í sölu á Hlíðarenda. Þannig að sala íbúða þar er hugsanlega að færast framar heldur en vænst var. Spurningin líka, ef þessi sala gengur ekki eftir núna á næstunni, það hefur örugglega áhrif vantarlega á framhaldið hvort að menn séu að koma með fleiri íbúðir núna í ýmsu reiti. Já, þá myndi ég til dæmis horfa á Vesturbugt sem er við Slippinn í Reykjavík og Héðinsreit sem er þar steinsnar frá og svo í þriðja lagi mætti nefna hraðan og uppbyggingu í Vogabyggð. Hins vegar eru sumir reitir þess eðlis, til dæmis í Efstaleitinu, að framkvæmdum þarf að ljúka innan tiltekins tíma eða það eru stíf tímamörk og salan í Efstaleitinu hefur gengið það vel að þeir þurfi ekki að hafa áhyggjur af því. Þannig að það getur reynda að vera misjætt eftir því hvað borðið er niður. Þetta eru mjög athyglisvert, það eru allir þessi reitir. Förum við kannski líka þá yfir í Kópavoginn vegna þess að það hefur átt sér stað gífurleg uppbygging við Kársnesið til dæmis. Einmitt, það sem er að gerast er að það er að myndast eins konar ás sem er frá Lundi og í Kársnesið með viðkomu í Naustavör og það hefur verið að ljúka uppbyggingu í Lundi. Naustavörin er líka að vaxa og mun gera það enn frekar þá í austurátt þegar það verður farið út í meira niðurrif þar
Kársnesið einmitt að koma í sölu eins og nefnir. Hafnarbraut 9 komin í sölu og fleiri hús á Hafnarbrautinni fara í sölu á þessu ári. Og síðan það nýji miðbærinn sem svo nefndur, suður á Smáralind. Þar eru konar íbúðir í sölu í Sunnusmára. Síðan fara 2 önnur fjölbýlishús í sölu þar. En þar eru einmitt fleiri þéttingareitir ef við skiptum reitnum upp. Já. Þannig að við hefum síðan eftir að sjá hversu hratt hinir reitin byggjast upp. Já, einmitt. Og svo eru það lindirnar og svo má fara í Boðaþing eða Kórana, en það smærri í sniðum. Förum aðeins líka í Urriðaholti. Það eru margir kranar þar á lofti og mikið að vera þar. Já. Það eftirsótt svæði, það ekki? Já, Garðabær hefur vaxið mjög hratt sem bæjarfélag eftir sameininguna við Álftanes. Og Urriðaholtið hefur leitt á uppbyggingu. Jafnframt núna uppbygging á Lyngás, töluverður fjöldi íbúða komið sölu þar, ásamt því sem það verið að ljúka við Sjálandshverfið. Já, það verður nú stórar og finnar íbúður í þessu Sjálandshverfi. Já. Það ekki við mig hérna áður en þáttur að byrja. Þar eru stórar miklar svalir á nokkrum stöðum að minnsta kosti. Jú, og falleg sjávarsýn. Og falleg sjávarsýn þeir kannski gera. Herðu, förum aðeins upp í Mosó. Það nú hvað að gerast þar. Við kannski gleymdum því að koma við í Hafnarfirði, en það ástæða fyrir því að það heldur lítið að gerast þar núna. Það ekkert á völlunum að vísu, Skarðshlíðinni. En í Mosfellsbæ einmitt mikið að gerast. Það Helgafellslandið og Vogatungan og nýr miðbær. Og Helgafellslandið ef til vill það svæðið þar sem mest úrval af ódýrari íbúðum fyrir fjölskyldur. Og þú ert að gera umtalsefni að verð á íbúðum sé hátt. Já. Og megin ástæðan hugsanlega svo að annars vegar byggingarreglugerð sem útheimtir þá bílakjallara og lyftur og álklæningar utan á húsum, langur endingartími. Og svo hins vegar eru þéttingaverkefni þess eðlis að oft verið að rífa húsnæði til að skapa lóðir fyrir uppbyggingu og það viðbótarkostnaður í sjálfum sér. Það líka annað í þessu sko, það fólk sem kannski 60 plus býr í raðhúsum eða einbýlishúsum. Já. Getum við ekki sagt að þetta úrval af, fjölbreytta úrval af íbúðum á þessum þéttingareitum og þessum reitum sem þú verður að nefna. Já. Þýðir það að fólk jafnilega að fara þangað yfir í fjölbýlishúsin. Já. En þá myndast líka rými, jafnilega sléttu sko vegna þess að það getur verið þannig að þessar dýru íbúðir farnar að keppa jafnilega við sko verða einbýlishús og raðhúsa. Já. En það getur líka verið baldur þá að þá komi þessi keðja sem við erum nú stundum talað um. Já. Það þessi keðja að þegar að fólk fer úr einbýlishúsunum yfir í þessi fjölbýlishús, að þá myndist keðja að fólk komist inn í einbýlishús. Já, við getum tekið bara gott dæmi, það Grandavegurinn. Síðast íbúðirnar á Grandavegi 42 eru að seljast núna, það eru á 2 ára gömlum verðum. Já. Og margar íbúðana kostar norður af 100 milljónum. Og það má ætla að einhverju kaupendur séu þá að selja sérbýli í Vesturbænum. Já. Og þá kaupa einhverju sérbýli þeirra sem eru þá hugsanlega að fara úr stórum íbúðum og svo koll að kolli. Já. Og þeir sem byrjuði í litlu íbúðum, þeir komast þá inn í millistóra íbúðum. Þetta gleymir stundum þegar Þetta eru dómínu áhrif rauninni sem þeir á þessu markaði. Mjög athyglisvert, margar nýjar íbúðar að koma, fjölbreytt úrval, margar mjög dýrar. Þéttingareitir, þetta mjög fróðlegt að hafa þessi yfirsýn. Baldur Arnarsson, kærar þakkir. Takk hérlega. Fyrir spjallið. Við erum velkomin í þáttinn til okkar, Hansína. Það er virkilega gaman að fá að koma hingað heim til þín. Og hérna maður er bara upprifinn, hér eru listaverkin allt. Segðu mér aðeins frá heimilinu þínu og svona þínum stíl. Hvernig myndirðu lýsa þínum heimilisstíl? Minn stíl, ég hef aldrei verið neina sérstöku stíl, aldrei. Þú veist, verið inn á því. Já. Af því að ég bara raða hlutum eins og mér henda þann daginn og svo snýði við þess vegna þegar næstu ég er. Já. Það ekkert neitt stíl hjá mér, það finnst mér. Nei. Það er bara, þú veist, bara hefur hluti. En þú hefur gaman að því að safna listaverkum og þau tengjast þér gjarnan. Þú ert náttúrulega sjálf listamaður, gullsmiður og þú líka safna verkum eftir vini og aðra list sem að þú heillast af, ekki satt? Jú, mér finnst gaman að hafa listaverki kringum mig, mér finnst það notalegt. Það er eiginlega minn stíll að hafa
hafa listaverk í kringum mig og jú, mér finnst það notalegt. Já, það er akkurat sá andblær sem ég finn þegar ég kom inn. Já, þú veist, ég býr listamaður, það allt í listaverkum og það passa mjög vel við þig. Sem þú hérna ert eins og sem við erum mörg verk hérna, hvað áttu svona þína uppáhaldshluti sem á heimilinu sem tengjast þér meira en aðrir? Sko, reyndar þá það þessi skúlptúr hérna fyrir aftan þig. Já. Og fyrsta einkasýningin mín. Það fyrsta einkasýningin, já. Og ég gerði mína fyrsta einkasýningu, það var í Kasálít. Já. Mínu fyrsta barni og já, það eiginlega, hlutirnir frá þeirri sýningu eru uppáldi hjá mér. Miklu uppáldi, já. Og svo þetta til hlutir sem mér þykir vænt en það ekkert neitt sérstakur þanniglega uppáhald hlutur. En þú ert meira nokkuð málverk og nefndir til dæmis eftir föður þinn, heitinn. Jú, hann ætlaði að vera hann listmálari. Já. Svo breytist það. Já. Hann byrjaði í myndlistahandhafaskólanum. Já, hann byrjaði, var boðinn fyrsta árið. Bara hafði hann gefnaði, þannig að hann breytist í að læra gullsmiði. Þú átt nokkur falleg verk eftir hann sem þú heldur upp á, ekki satt? Jú. Já, akkurat. Og svo sagði líka hérna verk eftir börnin þín. Þau hafa greina líka eftir þessa listrænu hæfileika. Já, þannig að strákurinn minn bara gerir svona grín og gaman. Já. Já, hann hefur gert hérna smá. Já. En dóttir mín, hún mjög sniðug og bara fær stelpa. Já. Gerir fallega hluti. Já. Og hún starfar hjá hvað sem arkitekt. Já. Akkurat. Mjög gaman að því. Virkilega. En svo ertu náttúrulega hanna skartgripi. Jú. Og þú ert með vinnustofuna inn á heimilinu líka. Er það ekki alveg kærkomið? Mjög. Þess vegna flutti ég hérna til þess að hafa þetta sameinað þetta. Já. Ég ætlaði reyndar að vinna í skúlptúr hérna inni. Já. En svo þetta breyttist það. Já. Það tekur svo mikið tíma og svo bara, já. Akkurat. Þannig að þú samtvinnir vinnuna inn á heimilinu og þú færð þá innblásturinn hérna á heimilinu og úr verkunum þínum og já, það er. Getur aðeins sagt mér aðeins frá skartinu svona svo þetta hanna þessa dagana? Þetta er það nýjasta hjá mér. Já. Þá setjum ég þetta í, sko, þegar ég hélt mína sýningu þarna, þá byrjaði ég bara með fyrstu sýningun með myndtökurum. Já. Og fór á stað, þegar ég var yngri það þorði maður og var eitthvað að spyrjast fyrir. Já. Þá fór ég í málaran, hann var hérna í Kópavoginum og fekk svona gullduft sem ég notaði að hluta verki sem ég var að vinna þá. Já. Svo bara fann ég það, svo ég setti bara hraun í bleyti. Já. Þannig að gullið héldist, eða geti pröfa hjá mér, og ég er ekkert viss hvernig það fer. Já. Þetta er að nýjasta hjá mér. Þetta er nýjasta. Mjög fallegt. Og bara frumleg samsetning líka, skemmtileg samsetningin. Já. Já. Og svo ertu líka með þennan hérna. Já, þessi. Já. Er þetta nýlegt líka? Nei, þetta er reyndar ekki nýtt, en þetta er nýselt. Nýselt, já. Mjög fallegt. En nei, þetta er ekki nýtt, en já. Þú er gaman þetta hanna svona út með gróan stíl og blanda náttúrunni með. Ég elska að gera stóra hluti. Já. Og þú færðu svolítið innblástur úr íslenskri náttúru? Ómeðvitað, ekki það ég sem var við þarna. Jú, ég segi það ekki. Það kemur, innblásturinn, það getur enginn hérna á Íslandi búið nema fá innblástur svona ómeðvitað þegar það er að mála eða hvað sem það er að gera. Akkurat. Held ég að það sé. Mjög áhugavert. En svo eitt sem ég langar svona nefna í lokin. Ég sá hérna mjög fallegan vegg hjá þér. Hlaðinn myndum. Er þetta svona sérstakur veggur í þínum huga? Já, það er svefnherbergið mitt. Já. Það er bara notalegt að hafa, þú veist, þetta er bara börnin mín og þetta er smámyndir sem ég verið að safna og þú hefur komið þannig vel fyrir þannig að þér líður mjög vel í svefnherberginu og horfir á myndirnar. Það sé ég þetta fram í stóru myndirnar, sko. Já. Skemmtilegt. Ég þakka þér kærlega fyrir að leyfa okkur að líta hérna inn til þín og það var virkilega gaman. Takk.
Næst eru það auglýsingar. En farið ekki langt því við erum vona á Guðjóni Friðriksssyni og Arnari Gauta Sverrissyni. Velkomin í þáttinn aftur. Næst ætlum við að ræða við hann Guðjón Friðriksson, sagnfræðing Höfða. Velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir. Við ætlum að ræða hérna þessum merkustu hús í Reykjavík svona á næstunni. En við ætlum hins vegar að einbeita okkur að kannski sem að ég tel að sé þekktasta húsið, það Höfði. Já, það nú alveg tímalaust og það var náttúrulega í raun og veru heimsfrægt 1986. Já. Þegar voru bara alla sjónvarpsvélar í heiminum á þessu húsi klukkutímum saman. Þannig að ég held að það sé nú fá hús þekktari heldur. Ég held reyndar líka að það sé til í Japan, var það ekki rétt með ykkur? Jú, það komu hér Japanir og mældu allt húsið upp og reistu síðan eftirlíkingu í Japan. Gott að það er ekki tvær meiri sér. Já. Förum aðeins svona yfir sögu þessa hús, hvenær er þetta byggt? Þetta hús er byggt 1909, það var franskur konsúll sem hitt Brion sem hann kom hingað. Já. Og hann var nú giftur norskri konu sem var til þess að hann fekk norska timburverksmiðju til þess að smíða fyrir sig húsið. Já, nú húsið er norskt þá? Já, það er norskt á upprunni, sko. Já, ok. En það sér maður þegar maður kemur inn í andiri, sko. Þetta er svona norskur drekastíll í andirinu, sko. Já. Þetta var Strömmens Trefari fabrik sem framleiddi húsið hann og veru. Þegar ég var að skoða sögu Einars Benediktssonar á sínu tíma, þá sá ég í norsku blaði frá 1909 að þetta væri veglegasta húsi með sú verksmiðju hefur nokkuð tíma. Það er ekkert annars. Smíðað. Vel að minnst, Einar, hann bjóð þarna og hans fjölskylda, Einar Benediktsson skáld. Já, Brion fór nú út í mikið brask, hann átti húsi sjálfur. Já. Og það enda nú með að hann misti það í raun og veru til Landsbankans, en þá kemur Einar Benediktsson til sögu og kaupir þetta í janúar 1914. Já. Og þetta var nú eiginlega bara sumarbústaðar hans því hann bjó í London. Já, alveg rétt. Og ætlaði bara að hafa þetta sem sumar þegar hann var þá í miklum hugleiðingum hér virkjun Þjórsár og svona vegis. Selja Norðurljósinu og allt þetta. En svo bjó hann nú reyndar þarna því að svo skall á fyrir heimsstyrjöldin þannig að hann var þarna mjög mikið svona næstu 3 ára. Nú, Lúísa Matthíasdóttir, við vorum talað um það hérna fyrir upptökuna, hún bjóð þarna og ólst þarna upp, segir við bara. Einar seldi Títanfélaginu, svo bjóð nú Páll Einarsson sem var fyrsti borgarstjóri Reykjavík á þeim tíma. Já, hann bjóð þarna. Og svo var þarna frá 1924 til 1938 Matthías Einarsson læknis. Faðir Lúísu Matthías? Já, og hans fjölskylda Lovísa var dóttir hans, þannig hún ólst upp í þessu húsi að hluta. Tveir þekktir, getum við sagt, listamenn, það er Einar Benediktsson og Lúísa Matthíasdóttir. Já, mikil ósköp, já. En Matthías leigði síðan húsið breska aðalræðismannum sem þá var, og þetta var síðan ræðismannsskrifstofa Breta og síðan sendi þeirra bústaði Breta og öll stríðsárin. Og þá komu náttúrulega hér allir helstu yfirmenn breska hersins í þetta hús og þegar Churchill kom hérna 1941 þá náttúrulega kom hann til sendiherrans, þannig hann var í þessu húsi en svo var nú breski sendiherran það til 1952 og það er sagt hann hafi sendt bréf til bresku utanríkisþjónustunnar og beðið að húsið yrði selt af því að það var svo mikil draugagangur í því. Ég hef nú vísu ekki, það var nú gaman að tekka á þessu hvort þetta er rétt saga. Nú, hérna síðan var þetta gestamóttaka? Já, svo hérna kom nú þarna Ingólfur Espólín frá Akureyri sem átti húsum tíma en eftir að hann fór úr því þá bara fór það í niðurníðslu þetta hús og það bjökust maður ekki við að það yrði bara rifið. Það voru útigangsmenn farnir að setja staði og það var alveg hörmung að sjá það en borgin eignaðist það síðan og gerði það upp. Og þetta var gert semst að móttökuhúsi Reykjavíkur 1967, þannig að þarna hafa verið svona helstu veislur á vegum borgarinnar alla tíð síðan og margir náttúrulega fyrir utan Reagan og Gorbachev sem að kom við 1986 og áttu þetta. Eða hútnin í Höfða, gleymum honum. Ég held að Yngvi Hrafn hafi gert hann ótrúlega þegar í beinu útsending heila dag frá húninu. Þetta var óskaplega löng bið og merkileg þarna. Getum við ekki sagt að það eru kannski 2-3 hús sem eru mest svona mynduð á útlendingum. Það er Höfði, líklegast er Hallgrímskirkja núna mest mynduð og svo er þetta Harpan, þannig að
En Höfði, þarna koma bílar og það með ferðalanga og allir fara og skoða. Það náttúrulega farið kannski að fyrnast aðeins yfir það í hugum fólks að þarna hafa þessi fundur átt sér stað. Já. Og allar þessar myndavélar og á þeim tímapunkti í 1986 þá var Höfði miðpunktur alheimsins. Já, það má segja. Þetta var bara, það var það og þetta náttúrulega og reyndist þeirra merkur fundur þó að fyrst í stað eftir hann lit út fyrir hann hefði mishefnast. Og síðan sögum við þetta hefði verið að endalokum kalda stríðsins sem átti sér þetta stað. Merkileg túrs, Höfði, Guðjón Friðriksson, kæra þakki fyrir okkur. Takk lítið. Þið eru velkomin í þáttinn til okkar, Arnar Gauti. Takk fyrir það. Gaman að fá þig hingað. Já. Ég sá að þú stendur fyrir stórri sýningu, ert fagstjóri sýningarinnar Lifandi heimili 2019. Já. Það hljómar mjög spennandi. Geturðu sagt okkur eitthvað aðeins sýninguna? Já, þetta verður bara æðislega helgi fyrir bara veisla fyrir heimilið í raun og veru. Já. Og náttúrulega Laugardalshöllinni. Já. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við höfum öll áhuga á, það er heimilið okkar. Já. Og við höfum svona þetta trend svolítið að fara helgar og kíkja í verslanir og bara skoða, ekkert endilega versla og bara sjá hvað er að gerast og svona. Og þarna samanast í raun og veru bara allt sem snýr að heimilinu undir einu stóru þaki. Já. 17., 18., 19. maí. Já. En þetta er samt svona meira líka, það er hérna fasteignaráðstefna líka á föstudeginum. Já, það er nú bara mjög gott. Risastór sem hefur alltaf verið vel sótt og það er Vista Expo sem heldur náttúrulega heimilisýninguna og fengum mig sem fagstjóra. Já. Þarna er líka í andirinu verður sýningin Barnið sem er fyrir barnafólkið, bara allt sem snýr að börnum. Svo kemur inn á heimilið og heimilið náttúrulega hvort sem það er hönnun eða þjófvarnarkerfi eða lýsing, þetta er svo rosalega breytt. Já. Þannig að þarna eru fyrirtæki að koma bara og sýna í raun og veru sitt besta og svona geta sýnt sitt andlit aðeins fyrir alla og nú var haldin síðast 2017. Já. Þá kom eitthvað 30.000 manns. Ég tók nú þátt í þeirri sýningu fyrir Húsgagnahöllina. Já. Það var rosa gaman. Það var verið að endurvekja aðeins þessa sýningu því að frá hruni er bara ekkert búið að gerast. Nei, það var vinsæl skemmtileg sýning, sko. Já, þetta er mjög spennandi og eins og þú segir, við erum að fara inn á allt. Náttúrulega, þegar við tölum um heimili, það er svo margt sem felst í orðinu heimili. Það er hönnunin, það er arkitektúrin, það eru húsgögnin, það eru litirnir, og svo náttúrulega hefur hver og einn sinn stíl. Algjörlega. Heimili er oft sýnir þá persónu sem það hefur að geyma. Já. Þannig að við erum að tala að við erum að fara að sjá ákveðin arkitektúr, það verða jafnvel arkitektar, hönnuðir og annað slíkt, málingin, hvað sem er. Já, þetta er kannski, breiddin er svo rosalega mikil sem gerir þetta svo skemmtilegt. Já. Því að þarna kemur hún bara á eitt stað, það er allt til alls. Föstudagurinn er svokallaður svona fagaðiladagur og þar eru fyrirtækin að leita meira þá að kynna sína vöru fyrir einmitt arkitekta og hönnuði og allt svoleiðis. Síðan opnar hún fyrir almenninga á laugardeginum og sunnudeginum. Þetta er náttúrulega bara líka að hugsa sem bara fjölskyldu skemmtun. Þetta er gaman að koma með krakkana, það verður hérna útisvæði tífóli fyrir krakkana þess að þau geta bara leikið sér. Síðan er útisvæði líka þar sem er alltaf verið að kynna grillinn og allt sem snýra útiveru og útisvæðum fyrir heimilið. Já, þannig að það er líka verið að kynna, þú veist, hönnun og verönd og pöllum og garðar og annað slíkt, þannig að það er bara allt milli heimis og jarðar. Já, það er nefnilega besta við þetta og svo er þetta bara skemmtilegt velju. Ég man 2017, það voru þetta besti sumadagarnir sem komu það sumar. Og við heldum að myndi enginn koma. Því að það var í alvörinu bara 20 okkar stegi hiti. Ég var með mitt fólk frá Ítalíu með mér og ég sagði að þetta var erfitt, sko. En það var bara tróðfull alla helgina og þetta var rosalega gaman. Og svo ætlum við líka að gefa hönnuðum smá pláss. Við ætlum að gefa allavega 6 hönnuðum sem eru svolítið að vinna í sínu, hvað sem það er keramik eða hvað sem það er og gefa þeim bara pláss til að koma og sína svona vöru og velja það og ég er með fagráð líka með mér sem er Halli Friðgeirs, innanhúsarkitekt og Sigga ritstjóri hús og híbýla. Þau eru með okkur líka og velja kannski líka frumlegasta básinn og eru svolítið að vinna með okkur í þessu parti. Mjög skemmtilegt. Þú vorum segir að leyfa hönnum að njóta sín. Þá ertu alveg eins að tala eins og segja listamenn sem eru jafnvel að hanna keramik eða jafnvel að mála málverk. Já. Það er alveg bara að fara í alla leið. Þetta er nefnilega bara allt fyrir heimilið. Og svo eins og með skartgripahönnun, Vera-design hjá Írisi vinkonu, hún er líka með heimilislínu sem er að hóm. Þannig að það ertu komin allt inn með sængufötur, hör, miklu meira og
þú veist, en hún skartgripahönnuður. Þannig að það svo breytt sem kemur að heimilinu í raunum. Já, akkurat. Svo þessi praktísku góðu atriði. Það kannski svo sparnaðar á fyrir heimilin, tryggingar fyrir heimilin, þú nefndir öryggið, nú eru náttúrulega bara margir sem vilja setja myndavélar á húsin sín. Þú veist, vera þessi fyrirtæki líka á staðnum? Þau vera líka, og svo líka í raun og veru fasteignafélögin, því að það eru náttúrulega æðisleg hverfi að byggja stöðu, eins og 200 smári, menn þetta stórkostlegt þegar þú spáir í þessu hverfi, hvað þetta mikil uppbygging hérna á einu litla reit í Kópavogi. Þannig að svoleiðis fyrirtæki verða líka að kynna í raun og veru framtíðarsýnin á hverfinu. Eins og 200 smári það með deilibíla og það komið svolítið nýja sýn og þarna getur fólk svolítið kynnt sér líka þeir sem eru í íbúðar hugleiðingum, bara verkefnin. Hvar það vill búa og hvað í nándi í þeirra umhverfi og framvegis. Algjörlega. Þetta mjög spennandi. Algjörlega. Ég bara hlakka til að fylgjast með og ég bara mæli með því að fólk heimsæki það á sýninguna. Já, klárlega. Þetta var skemmtileg helgi. Já, takk kærlega fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Fleira verður ekki í þættinum að þessu sinni. Við sjáumst á vikuliðinni. Verið þið sæl.